fyrst og fremst laktósafrí. Já, komið sæl. Það norðanátt framundan hjá okkur í kortanum og því kólnandi veður og sjá hérna þetta lagadrag sem að fara hérna suðaustur og opna hérna fyrir norðanáttina og hún verður í raun og veru alveg fram á 15. föstudag en þá á að koma hæðarhryggur hérna yfir landið og þá verður nú fínt veður hjá okkur, hægur vindur og bjartviðri en síðan höfum við hérna lagð sem að koma hérna til okkar á laugardaginn. En hún kemur þá væntanlega með eitthvað hlýnandi veður. En ef við lítum á hitasviðið þá sjáum við hvernig þessi blái litur að taka öll völdin í kringum okkur og við verðum hérna föst í honum næstu dagana en með þessari lægð sem kemur til okkur helgina þá kemur hún nú með hlýtt loft og þá mun nú hlýna væntanlega eitthvað hjá okkur. En það verður norðanátt á morgun hérna á Suðvesturlandi, hún verður ekkert mjög stíf svona gola eða kaldi og það verður nú væntanlega nokkuð bjart veður og hitatölurnar svona í kringum 4-5 stigin en aftur á móti á Norðvesturlandi verður nú svona meiri vindur sérstaklega hérna á Vestfjörðunum þar sem að verður stinningskaldi eða jafnvel allhvasst og það verður úrkoma í þessu og hitatölur ekki nema rétt yfir frostmarkina þannig að þetta verður væntanlega á formi slyddu eða snjókomu og þetta veður verður nú svona viðvarandi allan daginn. Aftur á móti á Norðausturlandi vindur mun hægari, þar verður reynda þungbúið en svona að langmestu leyti þurrt og hitatölur eru svona rétt yfir frostmarki og á Suðausturlandi er nú svona nokkuð stíf norðaustanátt, það úrkomusvæði hérna Suðausturlandinu sem svona að koma svona upp að ströndinni þannig að það svona spurning hversu mikið rignir en það nú svona spár að gera ráð fyrir því að það mun nú rigna eitthvað á Suðausturlandi svona fram eftir degi og hitatölurnar svona í kringum 5-6 stigin en það má nú reynda að gera ráð fyrir því að það verði næturfrost mjög víða á landinu í nótt. En ef við skoðum síðan svona þróunin áfram að við sjáum hérna þessa norðanátt sem að draga sig hérna yfir allt norðanvert landið á morgun og í raun og veru annan kvöld líka og síðan þegar kemur inn á aðfaranótt fimmtudagsins þá fer þessi hæðarhryggur að koma hérna inn á landið og þá léttir nú væntanlega til verulega landið vestanvert en aftur á móti má gera ráð fyrir því að það verði áframhaldandi einhver úrkoma á norðaustan til landinu og þá væntanlega í formi slyddu eða jafnvel snjókomu og hitatölunar ekki nema rétt yfir frostmarkinu og reyndar svona lítið hlýrra hérna landið sunnanvert. Nú á föstudeginum verður komin breytileg átt hjá okkur nokkuð víða og farið að frysta hérna landið norðanvert og hitatölurnar svona kannski 4-5 stig hérna sunnan og vestanvert landið yfir hádaginn en það verður nú væntanlega talsvert næturfrost allt land á aðfaranótt föstudagsins. En á laugardeginum að þá verður koma skilin frá næstu lagð hérna inn á landið hjá okkur. Það verður þá nokkuð ákveðin sunnanátt með úrkomi hérna sunnan og vestanvert landið og við erum að sjá hérna hækkandi hitatölur hjá okkur 5, 6, 7, 8 stig og hitastigið komi hérna upp fyrir frostmarkið fyrir norðan. En það verður nú væntanlega hitastigið verður nú væntanlega þannig að þetta verður rigning hérna landið sunnan og vestanvert en kannski slydda eða snjókoma til fjalla. En hjá okkur á morgun verður sem sagt norðlæg átt í kortunum, getur orðið nokkuð stíf hérna landið norðvestanvert og það má gera ráð fyrir einhverjum snjó eða slydduéljum hérna einhverjum svona norðvestan til og kannski einhver úrkomi hérna við suðausturströndina en annars ætti nú að vera þurrt og nokkuð bjart landið sunnan og vestanvert. En við látum þetta duga verið í bili, verið sæl.